Við ætlum að taka fyrir dæmi 12.8 þar sem við erum með 8 kílóa massa og 15 kílóa massa sem á milli eru 50 cm. Þannig að við ætlum að teikna svona mynd bara af massa og þetta er annar massi og á milli þeirra hérna er 0,5 metrar. Við breyta bara strax í metra. Svona. Og sem sagt lítil massaögn M er sem sagt sleppt af punkti milli þessara tveggja massa 20 cm frá 8 kg massa. Við ætlum að hafa þennan sem 8 kg massans. Hér er sem sagt 8 kg massin okkar. Við köllum bara M1. Hérna ætlum við að hafa sem sagt massan M sem er litla ögnin okkar. Hérna ætlum við að hafa M2 sem er 15 kg. Svona skulum við hugsa þetta. Og það sem við höfum að gera, við höfum að finna stærðina og stefnuna á hröðunni á þessari ögn. Þannig að til þess að geta hugsað okkur þetta, okkur er ekki gefin massin á ögninni, þá veitum við það að hröðunin, krafturinn, það er einhver auka kraftur, massi sinnum A sem er heildarhröðunin á ögninni. Hún þarf að vera jafnt og F sem sagt fyrir M1, F1 mínus F M2. Allt í lagi. Nú erum við með það að G FM1 er G M1 sinnum massin deilt með fjarlægðinni fjarlægð 1 í öðruveldi, þar sem við ætlum að segja að fjarlægð 1 sé sem sagt hérðan og hingað og hann átti að vera 0,2 metrar. Það er sem sagt fjarlægð 1. Fjarlægð 2 hingað er sem sagt á 0,3 metrar. Það er að segja 0,5 mínus 0,2. Þá fáum við semst 0,3. Við höldum hérna áfram að skrifa hérna í sem við finnum semst FM2 sem er GM2 sínum M deilt með R2 í öðru veldi. Þetta verður jafnt á M sinnum A. En við getum stytt M-ið hérna út allstaðar á móti hröðunni, þá hefur við fengið hröðunin á ögninni og þess að endurskýra þetta allt saman, þá við verðum að ná okkur smá pláss því að förum þetta hérna upp, þá erum við með skulum við umrita aðeins þessa jöfnu, þannig að við tökum G út fyrir sviga til að spara okkur í sláttinn. M1 deilt með R1 í öðru mínus M2 deilt með R2 í öðru. Þetta á að vera jafnt á A. Skulum við taka hérna neðri hlutan í burtu. Við erum komið hann. Og nú segjum við G, stóra G er 6,67 sinni 10 mínus 11. Við erum með M1 sem er 8 kg deilt í R1 sem er 0,2 í öðru mínus 15 deilt með 0,3 í öðru. Og við ætlum aðeins að taka smá pásu á meðan ég slæði þessu inn. Við fáum sem sagt hröðun sem er 2,2 sinnum 10 í mínus 9 metrar á sekúndu í öðru.
Þið getið líka fengið, þeir eru með svona einfalt á þess að það fáið svona tölu sem lítur svona 0. Svona. Þetta er semst bara 2 svo sinnum 10 mínus 9 er alveg jafngilt líka. Þá er þetta dæmi búið.